Í fyrirlestrum mínum fjallaði ég áætlun ríkisstjórnarinnar, metnaðarfulla loftslagsáætlun, hvaða áhrif hún kemur til með að hafa á starfi hjá okkur. Einnig fjallaði ég ný landgræðslulög sem samþykkt voru í desember og þar eru nýmæli. Það grunntónn í nýjum lögum, sjálfbær landnotkun eða landnýting. Og það komin inn ákvæði það að hægt að taka á ósjálfbærri nýtingu lands. Það kemur til með að vera sett í reglugerð hvað þýðir sjálfbær landnýting. Það vinna sem þegar hafin í gegnum meðal annars verkefni GróLind og þetta mun á næsta árum hafa mikil áhrif á það hvernig við erum að nota landið. Einnig fjallaði ég þau nýmæli í landgræðslulögunum sem landgræðsluáætlun sem á að vinna af nefnd sem ráðherra skipar. Þá vinnu á síðan að samþætta og samræma við skógræktaráætlun og síðan mun Alþingi fjalla þessar samræmdu áætlanir. Þetta þurfum við að vinna í samstarfi við sveitarfélögin. Ég fjallaði einnig í mínu erindi þá dapurlegu staðreynd að við erum að ræsa ennþá meira land fram heldur en það sem við erum að endurheimta. Og það eru sveitarfélögin sem hafa verið að bregðast þar því að þeirra að veita leyfi fyrir framræslu. Því að ef menn ætla að ræsa fram meira heldur en 2 hektara að þá það leyfisskylt. Þetta skýrt skrifað í náttúruverndarlög og sveitarfélögin verða að taka sér tak og standa í stykkinu. Undir lokin fjallaði ég hvernig ástand nokkra afréttarlanda eru og þá fyrst og fremst var ég að horfa til afréttarlanda á gosbeltinu. Það hefur legið fyrir í meira en 20 ár að víðast hvar ástandið ekki gott. Þegar við erum að tala að samkvæmt kortlagningum þá erum við að sjá að það kannski undir 20% af viðkomandi svæði undir 20% í rauninni beitarhæft, ástand slæmt eða algjörlega óbeitarhæft, að þá verðum við auðvitað að staldra við og segja eigum við verið að nýta þetta land eins og við erum að nýta það. Þetta vissulega verið að skoða í gegnum gæðastýringu og sauðfjárrækt og eins GróLindarverkefnið okkar að skoða þessi mál. Við erum þá að fá og munum fá í gegnum GróLindarverkefnið vísbendingar það hvar við þurfum að taka á, hvernig við eigum að taka á þessari ósjálfbæru landnýtingu og hvað getum við gert til þess að bæta land. Því að afkomendur okkar þurfa auðvitað að taka við landinu í betra ástandi heldur en það núna.